Þá það 7. liður, reglur Akureyrarbæjar fjárhagsaðstoð og það bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrá liður 1 í fundargerð velferðarráðs dagsett 22. mars 2023. En þá voru teknar fyrir nýjar reglur Akureyrarbæjar fjárhagsaðstoð. Helstu breytingar í nýjum reglum í 8. grein þar sem kveðið er á að greiða eigi raunkostnað við daggæslu, leikskóla, frístund og skólafæði í stað þess að foreldrar á framfærslu fái 25.000 krónur með hverju barni sem sannarlega nýti þessar þjónustu. Þessi regla kemur í beinu framhaldi af þeirri vinnu sem sett var á stað í upphafi kjörtímabils og endurspeglar áherslu meirihlutans að koma betur til móts við þá einstaklinga sem mest þurfa á að halda. Þá kveður 20. grein B á auknar heimildir til að greiða tómstundir fyrir börn. Er það í anda markmiða farsaldalaga að grípa fyrr inn í aðstæður barna. Aðrar breytingar á reglunum eru smávægilegar og snúa að orðalagi og örlitlum breytingum og upphæðum sem ég ætla ekki að fara yfir hér. Ég legg hins vegar til að orðalagi á 18. grein verði breytt og í stað bókakostnaðar komi námsgögn sem nær þá yfir bókakostnað og tölvukaup. Eru reglur þessar komnar hér til umræðu og afgreiðslu. Þökkum bæjarfulltrúa Huldu Elmu Eysteinsdóttur fyrir, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig. Þá ætlum við að bera upp til samþykkis bókun að bæjarstjórn samþykkir endurskoða reglur fjárhagsaðstoð Akureyrarbæjar með þeirri breytingu á orðalagi 18. grein verði breytt í stað bókakostnaðar komi námsgögn, þau sem að samþykkja réttbænd. Samþykkt með 11 atkvæðum.